Hvað það fara yfir gamalt próf til að undirbúa okkur fyrir próf 1 úr rafalunum og í efni þá opnaði ég fyrir hérna sem sagt gamalt próf æfinga við það opna hérna hérna Þetta var 2012 var þetta. Þetta aðeins neðar. Já, hérna kemur þetta. Það undir kaflanum síðasta lokapróf. Það eldra lokapróf 2012 sem þið sjáið á innunni sem sagt, þið á það, ættingráðsprófi og sem sagt lausnin sem ég með opinn hérna, aðeins að skoða hérna hvað við gætum þurft að svara í þessu. Fyrsta spurningin hérna, þá það byggingu rafalans og þetta með póldeilingu og póla og í undir efni þá vorum við líka með töfluna yfir póla, póldeilingu og póla og pólpör og svoleiðis og það undir töflur og skilgreiningar tákna hérna töflur og skilgreiningar tákna það líka opið fyrir það gefur stærri töfla póldeilingu og póla þannig að þá getum við átt okkur á þessu og ætti okkur að reikna þetta á milli þessara stærra þá kemur þessi tafla hérna, póldeilingu og póla og hérna sem sagt spurt í þessu að ef rafali hefur 180 gráðu póldeilingu eða póldeilingi 180 gráður þá hefur hann, þá þurfum við að athuga hvað rétt svarað þessu. Þá hefur hann sem sagt 1 pólpar, eins og við sjáum hérna, eða 2 pól. Það getur verið sem sagt mismunandi svör hérna, þannig að þið reynið aftur fyrir á þessu hér og á stærra hluthúðum hérna á milli. Og síðan spurt hérna hve margar rafmagnsgráður myndar rafali í einum snúningi ef hann hefur 3 pólpör hérna, spurt það. Ef hann hefur hérna 3 pólpör þá myndar hann hérna 1080 rafmagnsgráður. 1 snúning gefur 1080 rafmagnsgráður. Þetta dæmi svona spurningar. Það getur verið svona spurningar í prófum. Já, en þá svona töflu í prófum? Nei, þið þurfum við að kunna æfingur á að reikna það á milli. Þannig að þið þurfum að læra að reikna þetta. Þannig að taflan verður ekki með í prófum. Af því að þegar þið eru að vinna, það munum okkar náttúrulega ekki endilega að hafa þessa í höndunum eða það get ekki átt ykkur á þessu en þetta bara spurningum að þið svona æfið ykkur í þessu til þess að þið lærið þetta betur og áttu ykkur betur á þessu. Þess vegna ég ekki að gefa ykkur þetta bara alveg að þið hafa töflu þannig. En þetta ekkert mál. Þið áttu ykkur á því hvernig þið reiknið þetta út. Best að þið gerir þetta sjálfur að þá finnið þetta út. Að skemma það fyrir ykkur. Síðan kemur hérna áfram spurning til dæmis fullyrðingu. Hvað rétt fullyrðingu? Fullyrðing þegar það hægingan rafala. Hægingur rafali, hann hefur til dæmis
fleiri pólpör heldur en hraðgengur rafali. Það það sem rétt í þessu. Því að ef við erum með hraðgengar rafala þá erum við bara yfir bara einn pólpör við gufuaflstúrbínur og þá það bara einn pólpör. 1.4 þegar talað ristningseðlisins samfassavél þá átt við það að tíðnin sé alveg í samræmi við snúningshraðann. Svo við munum þetta út þegar við breyttum snúningshraðann bara pínlítið og breyttist tíðnin alveg strax. Því að hann er samfassavél. Það engin munur þarna með, engin skreipur eins og í mótornum. Síðan þá getur verið kannski spurt launafl þegar við erum búin með æfingu 1A að þá þegar við erum búin að fara í gegnum þetta hvernig við jöfnum raunafli á milli vélanna. Það var með því að auka við aflið inn á þann rafala sem var framleitt minna afl til þess að jafna aflinn á milli þeirra, P, sem sagt vöktunum. En hérna launafl, það Q og þá höfum við áhrif á segulmögnunarstraum. Þá jöfnum við straumann á milli þeirra. Það gerum við líka með, eftir helmingina hópnum í þessu. Það gerum við þá í æfingunni að þá eikum við segulmögnunarstrauminn á öðrum þeirra sem að framleiða minni launstraum og launar og minnka á hinn. Og það sem gerst úti, það minnkar sjálfkrafa á hinum vegna þess að hann með sjálfvirka spennustýringu. Þið hafið aðgang að þessu prófi, bæði prófi án sem er með svör og með breyttum svörum, eða þessum svörum hérna. Þannig að þið getur farið aftur yfir þetta. Og síðan þriggja-fasa rafali þríhyrningstengdur að þá fasaspennan sama spenna og aðalspenna. Við höfum aðeins minnst á þetta með spennurnar, en við þurfum aðeins að skoða þetta samt sem betur. Að í þríhyrningstengingu þá skiptist straumurinn þannig að fasastrauminn hægt að reikna út með því að segja aðalstraumur deilt með rótina 3, þá fáum við fasastrauminn. En sama spenna í þríhyrning fyrir aðalspenna og fasaspenna. Öfugt í stjörnutengingu þá. Akkúrat öfugt í stjörnutengingu að þá þurfum að reikna út fasaspennu þar. Þá það aðalspennan deilt með rótinni 3. Og neðsta svarið er Þá væri það næsta svarið ef það væri í stjörnutengingu. Já, akkúrat. Og ef það væri spurt strauminn í stjörnutengingu, þá sami aðalstraumur og fasastraumur í stjörnunni. En spennarskiptis í stjörnunni. Sami straumur og sami straumur í stjörnutengingu og sami aðalstraumur og fasastraumur. Já, fasastraumur. Já, aðalstraumur og fasastraumur. Já, í stjörnunni. Ok. En hérna það var að spyrja þríhyrningstengingu varðandi fasaspennu og aðalspennu, það var sama spenna, fasaspenna og aðalspenna. Ok, svo hérna reiknað dæmi, það getur verið sannlega í prófinu, þá getur verið með. Hér þriggja-fasa rafali, hann gefur 500 kW. Launaflið Q-ið 300 kV reaktív, spennan kV og við erum að reikna straum rafalans. Við höfum ekki
nægilega upplýsingar til þess að reikna strauminn vegna þess að við höfum við höfum spennuna, ok. Já, við höfum ekki sýndaraflið, þannig að við höfum bara raunafl hérna, P, 500 kW. Og það líka fasviki í þessu, þannig að við þurfum að reikna út fasvikið til þess að geta reiknað á straum. Og þá höfum við gefið raunafl og launafl, sem sagt P og Q, og við fáum náttúrulega svona formúla þar sem við finnum ýmsar formúlur, við getum reiknað út, við gætum að reikna út sýndaraflið út frá og bara með Pythagoras-reglu líka, tekið raunaflið í annarhaldi og sett launaflið 300 kW í annarhaldi og tekið svo rótina af summunni, þá erum við sýndaraflið, þá getum við reiknað það út og svo gætum við fundið líka kósinusvíl út frá sýndarafliðum sem sagt, deildum því upp í raunaflið, sem sagt P deilt með S, það væri líka hægt að fara þá leið. Það er hægt að fara alveg tvær leiðir af þessu. En við höfum líka þessa tangensaðferð og það getur við fengið tangensinn og fengið hornið út frá því eða fengið beint hornið eins og við sýnt hérna. Og tekið þá tangensin minnslutaður af þessu hlutfalli Q deilt með P, þá fáum við sem sagt 30,96 gráður og ef við tökum kósinusin af því, þá höfum við þær upplýsingar til þess að reikna út straum. Raunaflið P, það er 500.000 hérna, 500.000, 300 viðbót, deilum við með spennunni sem er gefin, 4 volt, rótina 3 og kósinus af horninu. Og þá fáum við strauminn sem er 841,6 ampere. Ok? Og það er enginn að reikna þetta, ok? Svo þegar þau eru búin að reikna, þá hendi ég áfram í næsta lið. Hvernig set ég þetta upp þá? Ég reikna veginn. 500.000. 500.000 deilt með sviganum. Þú veist að nota svigan, þú veist það. Þú segir 500 inn í reiknavélina, deilt 500.000 og svo deilt með og síðan opnast svigin. 400 sinnum rótina 3. Þú voru að ýta á til hægri á takkanum til að fara undan rótinni og síðan sinnum, kós og það er annars við 30,96 lokar þeim sviga og síðan lokar þau aðalsviganum. Síðan ýtir á endur. Þá áttu að fá þennan straum aftur. Ég set þess 2 sviga. Þú þarft ekki að setja 2 sviga í byrjun því að kósinus hann opnast sjálfur hérna. Já. Það er sinnum kósinus. Já, sinnum kós, 30,96, lokar þeim sviga og lokar aftur sviga sem byrjaði hérna til fram 400. Ég þurfti ekki að setja sviga þarna. Já. Já, þá kemur það. Þá koma 841,6 að þær. Já, flott. Þá skulum við skoða næsta leið hérna. Þetta er sami rafalinn. Ef að álag rafalans
minnkaður niður í 400 kV og straumurinn 700 ampere. Nú erum við að reikna fasvikið. Það nýtt dæmi. Og þá vitum við P-ið og væntanlega getum við notað þessa formúlu hérna, því fáum við líka strauminn. Og þá snúum við þessari formúlu þannig að einangrun cos-φ fyrst. Segjum P sem 400.000 sem var gefið hérna, deilum með spennunni, rótina 3 og þessum 700 amperum sem gefið hérna. Og fáum að cos-φ, raunaflsstöðlun 0,82. Og þá þurfum við bara að breyta raunaflsstöðlunum í gráður. Segjum við cos í mínus fyrsta á reikningunni, þetta síðast cos, 0,82. Og sá sem 34,9 gráður. Og þú myndir setja þetta upp að niður, þú myndir setja 400.000 deilt með svigaðinum, svigi opnast, 400 sinnum rótina 3, sinnum 700, loka svigaðinum og færðu 0,82, ekki satt. Okay. Og svo þú hefur þá tölu í reikningunni, ítir beint á shift, cos, þá cos í mínus fyrsta, og svo ítir á ANS, answer. Þá færðu 0,82 þarna inn í, og ítir á samansend, þá færðu 34,9 gráður. Ok, jómandi, og svo sleppum við þessu sem tilheyrir hreiðurstraummótorum, því að þetta var bara gamalt lokapróf, og hoppum yfir í hér líka verklegar æfingar. Það nú ekki spurt yfirvarpsvörn fyrir mótor í þessu hérna. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu eða þessu. Hér spurning sem gæti kannski komið að ef að raunálag, sem P á rafala 15 kW, hvað þá fasaaflið? PF. Munurinn á heildarálagi og fasaálagi 3. Þannig að ef við segjum 15 deilt með 3, þá erum við að fá fasaafl. Þannig að 3 og 5 15, þannig að þetta rétt að svara, 5 kW. Ok, það þrefalt minna, þetta alveg. Með það alltaf? Já. Einfalt. Ok. Svörum þessu spurning seinna. En nú komið samfössun. Hér spurt, hvaða 3 skilyrði þarf að uppfylla fyrir samfössun? Það sé sama spenna á rafalagsháttunum, að það sé sama tíðni og rétta augnablikið. Hvað þetta sem safnteinum? Safnteinar, það öspar. Það þessi línur hérna, safnteinar. L2 í samfössunartöflunni. Já. Það sem að safnast saman, allar tengingar frá rafölum og álagið allt tengt inn á, safnast saman inn á þessar teinar. Þess vegna eru kallaðir safnteinar. Það tengist þetta inn á það fer í gegnum rofa út á álag, út á hitara og út á mótora. Þetta þá bara til að þessu tengja rafalann saman? Við álagið, já. Við álagið? Já. Til dæmis í skipi eða einhverju töflu í landi, að þá þetta teinar og líka bara í öllum rafmagnstöflum þá eru svona skinnur sem að tengja inn á
sjálfur, kannski þykjaflaska sjálfur, í verksmiðju til dæmis og það getur við litið á líka sem safnteina. Og þá bara aðalvegur sem getur þá verið þá tengt inn á það Já, til dæmis R1, það getur verið aðalrafalinn frá aðalvélinni eða ásvarafalinn getur verið þessi R1 til dæmis. Hann fer fyrstur inn á safnteinuna og svo þegar vantar meira rafmagnsframleiðslu, komið svo mikið álag, þá bætum við rafal-2 við og við sjáum það að þá hann tengdur hérna, þá þessi skiptirofi hérna, hann tengdur inn á innkomandi rafalann sem á að fara að fasa inn og þá það tengt hérna hinum meginn neðan á mælana og samfélagslega og samfélagslega sjáum. Það sjá heitt augnablik. Það tengist þetta þennan rafal-2. Og þá þegar það rétt spenna, sama spenna bæði á safnteinum og frá rafala, sama tíðni á safnteinum og frá rafala og að vísirinn snýr upp, þá megum við tengja inn Q2, skellunum inn á rétt augnablik. Og yfirleitt þá reynum við að hafa aðeins meiri tíðni, aðeins örlítið meiri hraða þannig á rafala-2, þannig að tíðnin sé örlítið hærri heldur en á safnteinunum til þess að hann komi inn sem framleiðandi. Ef við gerum það ekki, ef ekki snúningur á þessu vísi, eins og væri snúningur með úrvísi, svo það klukkan fer frá 9 upp í 12 á úrinu, það sé sú átt, rétt sælis eða með úrvísi. Ef það fyrir hina áttina, þá væri rafalinn að keyra aðeins hægar, væri með örlítið minni tíðni. Og í rétta augnablikinu, ef við myndum tengja hann þá myndi koma inn bakafl. Þannig að hann færi að taka til sín afl, eins og að hann myndi virka sem mótor. Það sem að gerist þá það að bakaflsvörnin, hún slær út. Það þá allt kerfið, allt Nei, það bara þessi rofi Q2 sem slær það bara fljótt út aftur, eftir að við reynum að fasa saman. Við tengjum hann inn og réttu augnablikki, allt í góðu lagi, en bakaflsvörnin hendir út Q2 aftur. Þannig að hún hendir álæginu frá sér? Já, ekki álæginu, en rafalann. Já, sem að álæg. Já, álægið sem hún tekur, þegar hún sér að hún lærir við, það bara slæðir og hendur hún út. Já. Bakaflsvörnin sér það að aflið fara inn á rafalann, ekki frá honum. Það þýðir bakafl, það þýðir að rafalinn að taka til sína. Og þá hann aðeins of lægri tíð, og aðeins of lág tíðnin, þannig að hann sem álag en ekki sem framleiðandi þegar hann kemur inn á netið. Þess vegna ekki gott að þessi vísir fari í öfuga átt, á móti úrvísi, heldur í svona réttsælis eða með úrvísi. Svo að rafalinn, þegar við tengjum hann, þegar við komum rétt augnablikið, þá kemur hann strax inn sem framleiðandi. Hann gefur af sér inn á netið. Og þá ekki leið, þá virkar ekki neitt. Þannig að bara allt eðlilegt. Engin vörn sem að segir að sé eitthvað að. Það allt í besta leið. Ok, þetta var varðandi aflsvörnina og við höfum ekki minnst á hana nema bara í þessari æfingu þegar við höfum að taka æfinguna, svona lítillega. En þið gæti kannski komið á prófi, eða allavega kemur á lokaprófi spurning svona bakaflsvörn. Hvað gerist ef að rafalið á of lágri tíðni og tengdur inn á safnteina? Þá virkar bakaflsvörnin og slær rafalann út eftir smá tíma ef að bakaflið það mikið og innan einstaklega tíma. Og ef við værum með þetta þannig að það kæmi inn
augnablik sem smá backup og við myndum bara gefa strax kannski í ljósavélinni. Það alveg víst að backup verður út ef þetta mjög lítið backup. Það alveg aðeins möguleiki á því. En við sjáum þetta. Ok, við höfum bara eftir smáatriði hérna. Við erum búin með þetta útskýru hver snúningshraði rafala sem á fasinn á net á vera miðað við netið og hvers vegna, sem sagt. Tíðnin á að vera örlítið hærri. Snúningshraðinn þarf að vera aðeins hærri en samsvara tíðnin á netinu til þess að rafalinn gefi smá afl frá sér inn á netið þegar hann tengist því. Annars tekur hann afl frá netinu og slær út ef bakkaflið nógu mikið. En var nóg að segja bara snúningshraðinn að vera aðeins hærri? Svo það nóg, eða? Já. Snúningshraðinn þarf að vera aðeins hærri, já. Já, við erum alltaf að tala um það að við erum að framleiða þá viðkomandi tíðni, 50 eða 60. Já. Við vorum að nota 50. Þannig. Og síðan hérna, útskýru hvernig gengjum skugga að tenging á milli rafala og net sé rétt þegar hann fasaður net í fyrsta skipti, til dæmis eftir viðgerð. Þá eru þessi 3 ljós tengd á milli fasana þannig, það dimmutenginguna, að hvert ljós tengd á milli samsvarandi fasa á neti og rafala. Ef fasaröðin rétt, þá blinkar ljósin í takt. Það slokknar og kviknar að þeim samtímis. Þetta svaraði svo þannig. Eða bara að nota dimmutengingu á samsvarandi ljósunum. Þetta það. Það að vísa því hérna í þessum texta. En þá bara að tengja ljósin sjálf, þú vorst ekki að býða að setja álag á hana, bara að tengja ljósin. Já, rafalinn farin inn á, við erum ekki með neitt álag, á rafalinn. Já, rafalinn lengi eftir í gangi, hann kominn á réttan hraða, skilurðu, og með rétta spennu, en við erum bara að skoða, sama fasa röð. Þá blinkar ljósin í takt, eða að ef rafalinn 2 væri innkomandi rafalinn, að þá gætum við skoðað tengt hérna lítinn mótor fyrir ofan Q2, við tengt lítinn mótor og ef hann snýst í sömu snúningsátt, sem sagt, þegar við tengjum alveg eins mótorinn fyrir neðan, að þá sama fasa röðin. Það getum við notað líka. Við getum líka notað lítinn mótor til að tengja fyrir ofan rofan og fyrir neðan rofan sem við notum til að fasa rafalinn inn á netið. Það önnur aðferð og líka bara alveg mjög góð. Og þið getur líka bara fundið í skipinu einhvern lítinn mótor og nota hann í þetta. Ok, síðan spurt hérna, ef lesta þarf rafala í hámark, þá farið eftir straummælinum. Það skiptir máli að þegar straumur sem rafalinn tólið komin í hámark, að það eru mörkin sem við getum lagt á rafal. Ef við förum upp fyrir strauminn, þá brennur rafalinn. Þá brennur vírinn, vagningar þeir rafalinn. Við erum að passa upp á vagningana að þeir verði í lagi. Þess vegna megum við ekki taka meira straum frá rafalinn, heldur en að hann stimplaður. Þá farið þetta ampermæling. Ok. Og síðan bara einfasa mótor og hérna bara formúlublað og ég reynir bara að láta ykkur hafa nógu mikið af formúlublöðum þannig að þið séu með nógu nægum stöðum varðandi það. En verður prófið svona lágt? Já, það verður bara þessi spurning aðalega úr þessu spurningu sem ég fór yfir núna. Já, bara eitthvað orðið, þú veist. Já. Þetta skjal hjá þeir alveg 13 blaðsíður. Þetta nóg. Já, það með síðunni og með
formúlublaðinu og þar inn á milli spurningar bæði mótorun og líka spurningar úr verklegu æfingunum. Þess vegna var þetta svona markabalsið, svona lokapróf. Já, ok. Það verður ekki svona langt. Þá ætlum ég bara að stoppa upptökuna